Já, komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin á sterkasta mann Íslands 2022 og eins og Nóðinsson heiti og hjá mér Magnús Sver Magnússon og við vindum okkur bara beint í þetta. Ég sjá við Pálma Guðfinnsson í steinatöku. Já, fyrsti steinninn 110 kíló, það 130 kíló. 165, þetta þekkt grein í albrunum. Já, og síðasti steinninn einhver 185 kíló og hann erfiður. Og þarna gildir bara tími og svo að klára. Já, það ég sennilega að segja villustu. Þetta var 130, 145, 165. Sjá Theodór Má Guðmundsson, bara með 165 kíló á steininu. Hér reynir hann við síðasta steinin en hann játa sig sigraðan, Theodór Már. Þá Stefán Karel Torfason, norðanmaðurinn. Þetta sonur Loðfílsins. Já, Torfa Ólafs. Torfa Ólafssonar. Hann á ekki langt að sækja kraftana. Nei. Strákurinn. Sjáum, hann fer bara nokkuð létt með hennan 165 kíló stein, eða hvað? Jú. Vippar þessu hann upp og reynir við síðasta steinin. Hann loftar honum en ekki nógu langt, Stefán Karel. Má jafnvægisleysi þarna. Hér sjáum við Kristján Jón Haraldsson. Kristján Jón vaxandi í afbrunum á Íslandi. Ungur efnilegur. Og gerir þetta mjög vel. Sjá 165 kíló steinin. Þarna þurfa menn að ná honum einhvern með ná vald. Og svo það síðasti 185. Það enginn á þessum steini fram á þessu. Já. Það gerir Kristján, gerir þetta feikilega vel. Mjög vel gert hjá honum. Kristján Jón Haraldsson, fyrstur til að klára alla þrjá steinuna. Ég sjá við Viljus Jóksis. Það gaman að geta, við erum hérna í skemmtigarðinum í Grafavogi. Já. Fengur gott veður og allt eins og það á að vera. Það æðislegt. Hann játa sig sigraðan við 185 kíló steinin, fljótur af því. Hér Andri Backmann. Það fara flestir nokkuð þægilega með fyrsta steinin. Ég sjá hann með stein nr. 2, 145 kíló. Fyrstu tveir eru svona allt í lagi. Já, hér vandast málið. Getur verið svolítið erfiður. Það klárar hann. Vel, Andri, og reynir við síðasta, kemur honum upp, en játa sig sigraðan Kristján, með Andri segi ég. Hér Kristján Sindri Níelsson. Hvernig hentar þessi grein svona lágvaxnari mönnum, Magnús? Það nú bara misjafnt, en Kristján hefur nú staðið sig mjög vel í þessu og alveg yfirdrifinn og sterkur. Já. Það kannski það sem skiptir mestu máli, það að vera með aflið í þetta. Sjá með 165 kíló stein og gerir þetta gríðarlega vel. Ykkar aldrei, ára síðast steinin. Ekki í dag. Sjá við Kristján Jón Haraldsson á topnum eftir steinatökin. Viljus Jóksis og Pálmi Guðfinnsson þar á eftir og Stefán Karel og Theodór Már líka þeim á hæla. Þá erum við konir í grein sem að kallast kútakast og þetta eru menn að fleygja gömlu góðu bjórkútor. Já, það svoleiðis. Það byrjað á 14 kíló, 16 kíló, 18 kíló. Þetta bara fíkur yfir hér hjá Hilmari Erni Jónssoni. 20 kíló. Það 22,5 kíló. Og síðast 25 kíló. Hann fer yfir. Hilmar Örn Jónsson gerði þetta vel. Svo þyngsti aðeins svona herri. Já, hann eins og öðru sér laga á honum. Já. Ég sjáðu Kristján Sindra. Hann fer langt yfir. Það lítur mjög vel út hjá honum. Þarna þetta eins og þarna komin í 122,5. Það klárar hann líka. Þá það síðasti. Það 25 kílóin. Tekur sér góðan tíma, góða stöðu. Unnar þetta örlitlu. Kristján Sindri náði þessum yfir. Andri Backmann næstur. Menn leika sér með þessa fyrstu tvo kúta bara eins og sé að kasta litlum steinum. Já, það góð uppbytun fyrir hérna. Já. En það svona líka það sem gerist í þessu að menn að reyna að gera þetta hratt
og fá sem bestum tíma því að við tökum tíma á hverju minnsta kút. En það sem gerist líka er að menn stífna og sprengikrafturinn það hægist á þér. Já. En Theodor, þetta á nú ekki að vera mikið vandamál fyrir hann. Hann með aðeins öðru sér tæknin, hinn líka tekur á svona langsum og fer létt með þetta og tekur fórustu. 25 kílókóttur hátt yfir. Já, hann hefði mátt vera 30 kíló, sennilega. Pálmi Guðfinnsson hér. Hann með sömu aðferð og Theodor. Lítur vel út hjá honum. Gerir þetta mjög vel. Slefar yfir. 20. Munar litlu þarna. Þetta lendir hann í smá vandræðum. Það þurfa að passa sig að fá þetta ekki í hausinn. Sennilega ekki sérstætt. En þessi flýgur 20 fyrir yfir. Hann lætur staðarnum í þar. Þekki sín takmörk þarna. Bara Viljus Jóksis. Já. Er hátt yfir með þessa kúta. Það er gríðarlega sprengikraftur í þessum dreng. Þarna er það væntanlega lærin og vissvæði sem þurfa að vinna saman. Svo hvað gerir hann við 25 kílókútin? Og hann fyrir yfir líka. Hann slefar yfir. Já, Viljus Jóksis gerir þetta feikilega vel. Og hann með gríðarlega vel fagnað. Þá er það Kristján Jón Haraldsson sem að sigraði fyrstu grein. Já, þessi fer nánast tvöfalt yfir. Hann er með góðan sprengikraft líka og gríðarlega sterkur. Mjög svona pældur í afbrunum. Þá er það síðasti kúturinn. Já, hann fer yfir. Kristján Jón gerir þetta ofboðslega vel. Ég vissi að ég væri í topp 3 en ég vissi ekki að ég myndi sigra. Ég er sátt með það. I'm super happy, especially with the stone and throws, because last year in the Viking I could not finish 5 kegs and I finished all. I'm super fucking happy and the weather is amazing, just great. Og það er bara allt eftir sko. Þetta má kalla þetta uppbytun núna. Og hvert er þitt markmið í mótinu? Sko það væri algjör draumur að komast á pall. Það gæti verið óraunhæft. En það er kannski svona smá slagur að vera fyrir ofan miðju. Það væri geðveikt á fyrsta móti. Já, ég sá við stöðuna í þessari grein Theodor Már, Kristján Jón og Viljus á topnum. Kristján Sindri og Pálmi koma þar á eftir. Staðan eftir 2 greinar. Kristján Jón Haraldsson með 23 stig, Viljus Jóksis 21, Theodor Már 20. Og reikna bara þessi menn við berjast fram í síðustu grein. Þá er það klassísk grein og þetta er fyrir utan BK kjúkling á Grensásvegi. Þarna þurfum við í réttstöðulyftuna, Markus. Þetta er BK kjúklinga réttstöðulyftan. Og við höfum tekið þetta fyrir utan hjá Halla vini mínum hjá BK kjúkling. Og það er eitthvað þyngra en kjúklingur þarna í þessum kössum. Já, þetta er fullt af kjúklingum. Þannig sjáum við Hilmar Örn Jónsson taka 320 kíló. Blíðskapar veðrið þarna við BK kjúkling. Pálmi Guðfinnsson sömu þyngd. Já. Gerir þetta hrikalega vel. Þetta er alltaf skemmtilegt og alltaf góð stemming hérna fyrir utan. Við höfum verið hérna nokkru sinnum fyrir utan á þessu móti. Sjá Kristján Pál Árnason. Já. Það var eitthvað hik á honum þetta fyrst og eitthvað en svo náði hann tökum á þessu. Þá virtist þetta bara að leika í hundarmál. Andri Backmann reynir henni á sömu þyngd, 340 kíló. Andri Backmann hefur oftast nær staðið sig mjög vel í réttstöðulyftu og bregst okkur ekkert þarna. Nei. Þarna gildi bara að koma þessu frá jörðu og rétta algjörlega úr sér. Já, þú þarft að rétta alveg úr. Og Viljus tæpur þarna. Þeir upp á lokum og gríðarlega sáttu við þetta Litháin. Já, hann hefur verið að bæta sig í réttstöðulyftunni. Sjá Theodor Már með sömu þyngd. Þetta virðist gerast bara gott þægilega hjá honum. Theodor stendur sig mjög vel hann í réttstöðulyftu. Hann er að bæta sig líka. Þannig eru konir þyngju 10 kíló sigur megin. Komin í 360 kíló og þar er það Birgir Guðnason sem ætlar að reyna við þá þyngd. Birgir gerir mjög vel þarna að klára þetta.
Hann ætlar sér meira. Kristján Sindri, það sama, 360 kíló. Kristján Sindri hefur verið vaxandi í réttulyftu og bara orðin með þeim betri í þessu. Gerir þetta mikilvægt vel. Magnús, þetta er þetta samspil, tækni og krafta eins og svo oft í þessu sporti. Já, þú þarf náttúrulega að gera þetta rétt. Kristján Jón með 360 kíló. Þetta var ótrúlega létt hjá. Já, þetta var eins og hann var að sækja kúskaft. Þetta má reynir við 360 kíló. Hann er að reyna við bætingu. Það er sára litlu að hann komið þessu upp. En hann er sáttur. Þá er Kristján Sindri mætir hérna aftur, ætlar að reyna við 380 kíló og taka fórustu í þessari grein. Er þetta fyrir upp? Já, Kristján ætlar að setja pressu á það sem eftir eru. Já. Setja ákveðin standard hérna. Hann gerir það. Hægt og örugglega fer þetta upp hjá Kristjáni Sindra Níelssoni, 380 kíló. Hún hefur vel fagnað. Þetta tók á. Já. En Kristján Jón þarf ekki að vera minni maður fyrir sumþyngd. Þetta er bæting ef hann tekur þetta. Heldur Já, betur. já, já. Hann bara gerir það nokkuð þægilega. Virðist vera 380 kíló. Þá fylgjum við í 400. Var ekki innistæða fyrir 400 í dag? Nei, ekki í dag. Fyrstu tvær greinar tóku smá mér. Kostuðu mér smá stig en það er fínt að deila fyrsta. Þetta er alltaf læg fyrir stiginu. Ég er mjög sáttur. Þetta er 40 kíló bæting frá því í fyrra. Þannig já, ég er bara mjög sáttur. Já, 40 kíló bæting hjá Kristjáni. Sjáum við þá á toppnum þá nafna Kristján Jón og Kristján Sindra, 380 kíló. Birgir Guðnason með 360 kíló. Í staðan eftir 3 greinar, Kristján Jón Haraldsson 34,5 stig og Viljus Jóksis 28,5. Theodor Már það rétt á eftir 27,5. En nú erum við komin í svona grein sem er mjög skemmtileg áhorfs. Þarna þurfa menn að draga trukk. Magnús, það er ekki fyrir hvern sem er. Þarna erum við á höfninni í Hafnarfirði og það er sjómannadagurinn. Það er vel við hæfi. Og við verðum þar aftur í ár. Þannig að ég hvet fólk að koma og hvetja strákana áfram. Ég verði þarna á sama tíma. Hilmar Örn Jónsson byrjar þetta á þarna skiptir máli að halla sig vel fram og nýta. Já, þú þarft að halla þig fram, þú þarft að gera þetta nokkuð rétt, þú þarft að nýta líka reipið sem þú þarft að með höndunum og þetta þarf að vera samspil sko handa og fóta. Hérna til dæmis sérðu Pálma og hann er svona heldur mikið uppréttur. Já, já. Klárar þetta á rétt tæpum 30 sekúndum, sýnist mér. Já, 30 sekúndur sléttar. Trukkurinn er ykkur 14-16 tonn. Ekki nema. Sjá, Andra Bakmann. Andri var eitthvað svona aðeins setna þetta veistinast í að starta þessu staðin. Svo þeir komast að ágætt hjá honum. En það sama með hann má vera neðar. Hann er í mjög góðum skóm, sko, þetta eru gamlu skónir mínir. Er á dregin okkar að trukka þessi. En þetta er grein sem er væntanlega kannski svolítið erfitt að æfa. Þú ert ekki að draga trukka hérna fyrir utan stöðarnar. Nei, ekki alveg, en þeir fara, strákarnir hittast oft og fá að draga trukk einhvers staðar til að aðeins æfa sig á þessu. Þetta séu Viljus. Mikið sprengja í þessum strák, hann hallar sig vel fram. Er mun neðar og hann er nánast liggur þegar hann er að tósa þetta. En hann er svona heldur uppi, hann mætti rétta betur úr líkamannum. Það er semst þú þarf að ýta mjöðmannum nær jörðinni í rauninni, vera beinni þegar þú gerir þetta. Þá færðu mesta kraftinn í fótunum í notkun. Til þess að koma þess á stað. Halda. Já, og til að geta aukið við hraðan. Já, hann klárar þetta á 30 sekúndum. Menn sem er að klára hafa verið í kringum þennan tíma. Birgir Guðnason, hann hefur Theodor. Jú, þetta er Theodor. Theodor Már Guðmundsson. Þetta er áþekkir piltar. Já, þegar maður sér ekki framan í það alveg þá. Er allir stórir og sterkir, það er eðlilegt að ruglist á þessu. Þetta sér Theodor gæti nýtt sér hæðina og þyngdina betur.
stór og sterkur. Hann klárar á 29 sekúndum. Theodor Már, en hér það þinn maður. Þarna kemur Birgir. Birgir Guðnason, það er... Birgir vann trukkatrátt einu sinni á Vesturvígnum og hann veit alveg hvernig á að gera þetta. En það að sama, hann mætti vera aðeins neðar sem reyna að geta auki við hraðan. Gerir þetta samt feikilega vel. Birgir klárar á 29, cirka 30. Alveg með millitíman þarna. Sjáum að Kristján Sindri er næstur. Það hefur verið vel mætt þarna í Hafnarfjörðinn þennan dag. Fullt af fólki sem hafði horfa á hjá okkur og það var mjög gaman og það er gaman að hafa áhörund til þess að hvetja. En það er Kristján Sindri og hann er að gera þetta bara mjög vel, komin á fleygiferð, hendir frá sér reipinu. Oft halda að finnst þeim reipið vera að fara að fælast fyrir sér. Já, og þá kastaði þær í frá sér. Þá kastaði þær í frá sér. Klárar þetta 29 sekúndum, Kristján Sindri. Kristján Jón. Kristján Jón Haralds, hann aðeins svona fippast í startinu en sko gríðarlega sterkur og það er eins og það er að gera nota fæturnar. Þarna sérðu þarna líka menni beinni heldur hjá mörgum öðrum en hann má samt halla sér meira fram. Hann er á gríðarlega góðum tíma að kasta líka frá sér reipinu undir lokin. Klárar á 27 sekúndum. Kristján Jón Haraldsson. Hann hefði getað gert betur. Ég vissi að ég myndi vera í topp 3 í þessu, en þetta tók á. Þetta tók á. Kristján Jón Haraldsson 27.53 og Kristján Sindri 29.59. Theodor Már það rétt á eftir 29.93. Það er spurningum sekúndubrót þarna. Staðan eftir 5 greinar. Kristján Jón Haraldsson á toppnum með 46,5 stig. Viljus Jóksins 37,5 og Theodor Már Guðmundsson það rétt á eftir. Þarna sjáum við aðra grunna grein. Álkubba pressur. Já, þetta eru 4 kubbar. Það er 90, 100, 110 og 120 kílóa álkubbur og menn hafa ákveðin tíma og þeir eru að lyfta þeim upp fyrir höfuð og hver kubbur er tekið tími á þeim. Sá sem klárar alla, hann náttúrulega er búinn að vinna alla hina en ef það er fleiri en eitt sem að klára alla þá er það sá sem er fljótar að því. Þetta er hraði, tækni, styrkur eins og í svo mörgum að þessum greinum. Já, þessi grein er svolítið erfið. Þetta er svona erfitt að koma einhverju mikilli tækni að og þú verður að nýta styrkin. Kristján Páll Árnason hérna. Sýnir gríðarlega hörku sko. Klárar hérna eftir 2 steina og er vel fagnað af áhorfendum. Ára Viljus, það er ótrúlegt að hann er meiri síðan að nota tækni. Hann er svo teknískur þessi drengur. Árum er mættilega búin að stúdera það vel. Hvað er besta aðferðin til þess að koma svo hratt og örglu upp? Það voru að finna, það er svolítið að finna jafnvægið áður en þú setur hann yfir höfuð. Hér er þetta hrikalega vel Viljus. Komin í 3. stein. Það er mikið atrið að taka þennan allavega. Þetta er 110 kíló. Kemur sér inn í toppsætið. Já. Það er gott að fór ekki mikið lengra með hann. Fullt af fólki hérna í kring. Já. Sýnir þarna hvað hann er megnur. Það er gaman að svona mönnum sem að leika sér svolítið með áhorfendur og nota þá. Já. Sjáum við Theodor Má. 90 kíló. Þetta er náttúrulega gríðarlega hátt upp í loftinu. Já. Þetta er hæð sem við kemst aldrei með stein. Nei, Theodor hefur verið að bæta sig alveg gríðarlega og það tekur 100, þetta er bara mjög vel gert hjá honum. Ára 3. steinin, 110 kíló steinin. Viljus lyfti hérna rétt á hann. Það er nú eitt við það, þú þreytist. Já. Það er gríðarlega að lyfta þessu upp á brjóst og pressa þetta svo og gerir hann hrikalega vel. Hann er sáttur. Vel fagnað á áhorfendum Theodor. Það hefur enginn tekið síðasta 120 ennþá.
menn hafa látið hann algjörlega sig. Kristján Sindri Níelsson hérna. Gríðarlega sterkur og góður í pressum. Með alvöru axlir í þetta verkefni. Gerir þetta alveg svakalega vel. Og góðum og öruggum tíma. Hann er svona, Það er svona mikið öryggi. Já. Virðist ekkert vera að flýta sér, hann er á góðum tíma þessar. 110 kíló, já. Hann upp og hann ætlar að reyna við síðasta steinin. Þetta var bara pressað. Það er ekkert ít með fótum. Nei, hann fer ekkert undir hann. Hann gerir það ekki neitt. Þetta er bara pressað. Hreinn styrkur. Þá er það 120 og verður hann fyrsti til þess að taka það, sko. Já. Hann fyrir upp. Kristján Sindri Níelsson, 120 kíló og rífur sig úr bollum. Gerir þetta hrikalega vel, Kristján Sindri. Þá var það maðurinn sem er í toppsætinu, Kristján Jón Haraldsson. Hann er búinn að bæta sig gríðarlega síðan í fyrra. 90 kíló stein, já. Hann veit hvað hann þarf. Kristján Sindri er sá eini sem er búinn að taka þann þyngsta. Þannig að í rauninni veit hann að hann þarf að taka bara 3 á þokkalega góðum tíma. Já, til þess að tryggja sér annað til 3. seti í þessari grein. Já. Menn hugsa þetta svolítið taktískt eða ekki, þegar það komið í undir Jú, lokin. ef þú hefur efna á því, þá getur þú gert það. Þegar hver kraftur skiptir máli. Mjög vel gert hjá honum líka. Hann reynir við síðasta steinin, 120 kíló. Aðeins Kristján Sindri náð þessu upp. Sjáum hvað Kristján Jón gerir. Komið henni upp á brjóst. Já, gerir þetta hrikalega vel. Missir hann aðeins. Missir hann fær hann ekki Nei, getan. ekki alveg rétt, þetta munaði ofboðslega litlu. En Kristján Sindri fagnar vel. Við sjáum við hvernig þetta fór. Kristján Sindri Níelsson, Kristján Jón Haraldsson nr. 2 og Theodór Már þriðji. Nú var þessir menn á raða sig í toppsætin. Kristján Jón með 57,5 stig, Kristján Sindri 59,5, Theodór Már 47,5 og við þar stíu eftir. Þá er það síðasta greinin, það er fjölþraut. Þarna er búið að blanda saman 2 greinum, Magnús. Já, við köllum þetta svona duckwalk eða andargöngu. Já, Og kannski, já, ég held að það segi sér nokkuð sjálft af hverju. Og þetta fara með þetta einhverja 20 metri yfir og svo bóndagöngu tilbaka. Já, hann náðu þessum 2 greinum saman. Þetta er bara alveg gríðarlega erfitt. Þetta er síðasta greinin og við ákveðum að reyna á menn alveg til hins ítrasta. Sjá Pálma Guðfinnsson og Andri Backmann. Pálmi kominn á stað með bóndagönguna. Já, þarna er ekki mikið eftir á tanknum eftir erfiða daga, gerir ég ráð fyrir. Nei, menn er alveg að búnir. Kraftur þarna í Andri hefur staðið sér vel í svona og klárar það. Klárar þetta á mikilli þrjósku. Gerir þetta hrikalega vel, Andri Backmann. Það er engin afgangur. Það er ekkert eftir. Þá er það Theodór og Viljius. Mennirnir í 3. og 4. seti fyrir lokagreinina. Viljius fer mjög hratt yfir, en Theodór fylgir honum fast á eftir. Stærri skref, þar færri. Þeir eru bara ífjafnir hérna, strákanir. Þá er það bóndagöngan. Þá fyrir Viljius er hraðar. Viljius fer og það er ótrúlegt hvað það getur farið hratt. Gerir þetta hrikalega vel. Tekur fórustu í þessari grein. Theodór rétt á eftir honum. Og Theodór klárar þetta líka. Menn sáttir hérna eftir góða helgi. Og þá er það mennirnir í 1. og 2. seti, Kristján Jón og Kristján Sindri. Kristján Jón Haraldsson tekur óheyrilega stór skref. Og heldur þessu samt í jafnvægi. Gerir þetta hratt og örugglega, Kristján Jón. Kristján Jón Haraldsson er líka með mjög góð, sterka greip. Gerir hana. Og þetta lítur óheyrilega vel út hjá hann. Gerir þetta hrikalega vel og tryggir sér hér sigurinn, sterkasti maður Íslands, Kristján Jón Haraldsson. Honum er vel fagnað. En Kristján Sindri, eiga hrikalega flott mót. Er langleiðina með að klára þetta. Hann kláraði sig alveg. Þetta var alveg búinn hann. Eitt ropi eftir að þessu. Hér sjáum við loka niðurstöðunni í þessari grein. Það er Kristján Jón á 30 sekúndum rétt rúmum, Viljius á 31 í 63.
Theodor Már kínum á 37 sekúndum. Þá er að loka niðurstaðan. Kristján Jón Haraldsson, sterkasti maður Íslands með nokkuð góða fórustu, 69,5 stig. Kristján Sindri nr. 2, Theodor Már í 3. seti. Þið sjáu hann. Já, það er svolítið merkilegt í þessu er þegar menn vera jafnir á stigum þá gildir til þess að skera úr hvar þú endar þá gildir árangurinn í síðustu grein. Já, og þá var það Þeir voru 3 í rauninni í öðru sæti eða 3. sæti en síðasta grein skar úr það hvernig þeir röðust. Þeir röðust, þannig að það gat ekki verið jafnara upp á síðasta sætinu en á pall. Rosalega jafnt. Já, ég sjá við sterkasta mann Íslands, Kristján Jón Haraldsson, vel að þessu kominn, sterkasti maður Íslands 2022. En með þessu kveðjum við Óðinsson og Magnús Ver Magnússon. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.